Ég bý hérna í Hnífsdal ásamt manni mínum og 2 dætrum, 5 og 7 ára. Að miklu leyti það mæta barnafjölskyldur sömu hindrunum og aðrir. Ég meina við höfum hérna svona tæmilegt aðgengi að grunnþjónustu en alla sérþjónustu þá þarf að sækja til Reykjavíkur eða mögulega Akureyrar og þá erum við að tala barnalækna, HNE-lækna, við erum að tala augnlækna, jafnvel á tímabili tannlækna. Það náttúrulega eru mjög margar hindranir sem náttúrulega til dæmis vegna þess að það hefur gengið mjög illa að fá heilbrigðisstarfsfólk til að starfa á landsbyggðinni víða og sums staðar býr bara fólk við það að næsti læknir kannski 200 km eða 300 km fjarlægð sem hefur bara hreinlega kostað bara líf. Þegar við veljum okkur stað eins og hérna til þess að ala upp börnin okkar þá eru náttúrulega margar ástæður fyrir því að maður velur þetta svæði. En það gerir það enginn án þess að vita að hann sé að fórna einhverju og stærsta fórnin sem maður færir öryggið. Það ekki greiðar samgöngur frá Vestfjörðum. Við erum með 2 aðalleiðir út af svæðinu og þær geta lokast fyrirvaralaust vetrartíma frá október og alveg fram í apríl, jafnvel í maí. Nú lenti dóttir mín til dæmis hér í reiðhjólaslysi í fyrra og hefði þurft neyðarþjónustu hjá tannlækni en þeir voru allir í sumarfríi þannig að það var enginn sem gat stigið þar inn í. Þegar ég gekk með eldri dóttur mína þá var enginn skurðlæknir á svæðinu þannig það voru allir sendir suður og ég var náttúrulega eigana hérna seint haust þannig að óöryggið mjög mikið og það mjög erfitt að setja sig í þessar aðstæður og skilja þessa óöryggistilfinningu ef þú hefur ekki verið í þessum sporum sjálfur og búað við þetta þessa skertu þjónustu sem að Þetta alltaf að aukast, það samþjöppun á heilbrigðisþjónustu, hún að færast til fjær fólkinu sem býr á landsbyggðinni og sem þýðir aukin kostnað fyrir viðkomandi sem að nýti þjónustuna. Félagi minn á Þórshöfn þurfti að fara með börnin sín í ákveðna greiningu og 2 börn og það þurfti að keyra 300 eða 600 km kannski bara eina ferð tvisvar í viku yfir veturinn til þess að fara með börnin sín í greiningu af því að þessi þjónusta ekki í boði í heimabyggð. Þá höfum við flug. Það ekki eins gott á sunnanverðum Vestfjörðum eins og norðanverðum en það líka stopult út af veðri. En allt kostar þetta peninga. Þó flugið teljist svona fljótari ferðamáti þá vill bíllinn oft vera öruggari og sérstaklega þarf að fara með fjölskylduna. Því að kostnaðurinn við flugferð fyrir segjum bara móður og barn eða föður og barn, hann getur hlaupið á tugum ef ekki 100.000 fyrir hverja ferð. Og síðan líka það að fólk þarf að koma sér einhvers staðar fyrir, aðstandendur aðrir, leigja sér hótelherbyggi eða íbúðir til að geta verið á sínu nánustu aðstandendum. Það sem kannski líka annað atriði sem að fólk horfir sjaldnast í, það að við ætlum að stækka og vaxa sem samfélag, þá þarf fólk að geta eignast börn. Og það bara stór mál á Vestfjörðum, eignast barn. Því að það ekki fæðingarlæknirnar og það voru þær breytingar að ljósmæður ekki vera einar til að taka á móti börnum. Og fólk þarf oft á tíðum að nánast í flytja búferlum. Konur sem af einhverjum ástæðum þurfa hærra þjónustustig við í gegnum meðgöngu eða fæðingu, þær eru sendar suður 2 vikum áður en þær eiga og ef þetta eru sérstakar áhættumeðgöngur þá jafnvel fyrr. Svo fæðast auðvitað ekki börnin á ætluðum degi og þannig að þetta getur verið mánuður sem að fólk þarf að vera á eigin kostnað að leigja sér húsnæði því þetta fjölskylduviðburður þegar barn fæðist, þannig að þú vilt vera að báðir foreldrar geti verið til staðar og þú ert auðvitað að greiða á sama tíma fyrir eigið húsnæði. Þannig að þetta er gríðarlegur aðstöðumunur. Þá komum við náttúrulega á einum hlut sem eiginlega aldrei talað um. Hver borgar launatapið? Tökum bara verkafólk. Fólk sem með lægstu launin í samfélaginu. Þetta kostar heimilisbókhaldið á því fólki frá 30 til 37.000 krónum á dag sem hverfur alfarið úr heimilisbókhaldinu.
Þetta er alveg nógu erfitt svo að við sem ekki bæta þeim kostnaði ofan á aðrar hindranir sem eru til staðar. Fólk áttar sig ekki almennt á því hvað staðan er slæm og allur þessi kostnaður sko, sem er á bakveita sem hleypur á sko, 100.000 eða ekki milljónum í mörgum tilvikum. Sko. Það sem er alveg ótækt, það er að verkalýðsfélögum allt hringinn í kringum landið, þau séu komin eða þau séu sett í það hlutverk að verða velferðar batteri fyrir okkar félagsmenn. Við þurfum að skaffa húsnæði, við þurfum að niðurgreiða ferðir með styrkjum og oft á tíðum er verið að greiða niður þetta vinnutap. Það er ekki allir sem geta gert það, allir sjóðir, en það er þetta ekki stór félög víðast hvar um land. Ég hefði viljað sjá að velferðarsamfélagið Ísland og þeir sem eru við stjórnvölinn hér tæki á þessu máli og myndu skoða hvaða það er mikill þjóðfélagslegu kostnaður af þessu. Þetta er vandamál í íslensku samfélagi í dag.